eftir ár. Kjarnafæði. Komið sæl, núna liðina helgi þá var þó nokkuð að vera í hinni dauðu náttúru. Það voru gular og appelsíngular viðvaranir víða. Þær síðust voru að renna út á sunnanverðu landinu nú upp úr hádegi í dag, en það var vegna asahláku. Það búið að hlýna talsvert hjá okkur og í dag fór hitinn hæst upp í 17 stig á norðanverðu landinu eða nánar á Suðurnesvita. Á utanverðum Tröllaskaganum þá var einnig hvassast að þar vindurinn búinn að fara upp í 28 metra á nokkrum stöðum og vindurinn ekki alveg búinn að segja sitt síðasta núna í bili, en það að bæta ennþá í það á eftir. En hér sjáum við gervitunglamynd sem tekin var núna klukkan 1:30 í dag og svo þegar við skoðum aðeins betur Norður Atlantshafið þá sjáum við það hæð hér yfir Skotlandi og önnur hæð hér suður af okkur, lægð sem hér á milli okkar og Grænlands og það sem að gerast. Þá eru þrýstilínur heldur að þétta núna í kvöld en gefa svo eftir, það eru suðvestlægar áttir. Augnablik á morgun þá verður frekar hægur vindur annarkvöld næstu nótt en síðan kemur hér ný lægð á miðvikudaginn með talsverðri úrkomu. Á hitasvæðinu þá að kólna hjá okkur. Það var bara einn staður sem náði undir frostmarki í dag en það var á Ísafirði. Hér sjáum við á morgun er nú útlit fyrir að verði mun víðar en hér á miðvikudaginn kemur síðan hlýrra loft með. Við sjáum síðan að það ekki að fara að staldra lengi við því að kaldur loftmassi nálgast síðan landið. En hér í kvöld og nótt þá núna í kvöld, það að bæta í vindinn hér á norðanverðu landinu. Það útlit fyrir 18 til 23 metra á sekúndu, svona einkum í kringum Tröllaskaga, en það svona norðanvert landi sem að gefa aðeins í núna í kvöld og við sjáum hér að úrkoman hún að gefa eftir allvíða, vindurinn gefur síðan fljótlega eftir þegar líður á nóttina. Sjáum hér að gæti einnig verið einhver úrkoma þar, síðan seinni partinn á morgun. Það sjáum við að hitatölur, þær eru komnar niður í svona frostmark, þannig að það sem byrjar sem skúrir núna í kvöld, að það síðan að snúast yfir í éljagang þegar kemur fram á morgundaginn. Hins vegar sjáum við að það draga talsvert úr úrkomunni hér og seinni partinn þá þetta ekki mikið að vera víða bjart hér landið austanvert, en annars staðar þá þetta svona, alveg útlit fyrir að sjáist til sólar, en það svona helst kannski háskín sem að fara að hafa mestu áhrifin. Síðan hér fram á kvöld þá sjáum við hér úrkomublettirnir þeir hverfa. Þetta nú bara í augnablik því að ný lægð kemur hér úr suðri, bætir í vindinn hér fyrst sunnanvert landið og jafnvel útlit fyrir að verði stormstrengur hér með suðurströndinni. Spurning hversu langt hann nær inn á land. En hér sjáum við á miðvikudaginn víða rigning einkum hér sunnan og vestan til og þetta að fara að safnast mest í fjöllin eins og vill nú alltaf gerast. Sjáum hér á Snæfellsnesi og sunnanverðum Vestfjörðum. Það verði nú minnsta úrkoman hér á norðaustanverðu landinu en eins og sjáum þá mun einnig rigna eitthvað þar. Hitatölurnar sjáum hér, þetta nú nokkuð milt veður, sérstaklega fyrir desember. En á fimmtudaginn þá eru hitatölurnar hægt og rólega á niðurleið. Við sjáum hér það suðvestlæg átt í þessu 8 til 15 metrar á sekúndu og slydduvél svona allvíða hér sunnan og vestanvert landið. Norðaustan til þá alveg útlit fyrir að sólin skíni þó að hitatölurnar verði ekki mjög háar. Á föstudaginn þá síðan að kólna ennþá frekar hjá okkur, útlit fyrir frost á öllu landinu. Það stíf norðvestlæg átt hér á norðaustanverðu landinu með éljagangi, vetrarlegt að litast þar, annars staðar þá svona frekar þurrt, það svona kannski smávegis éljagangur þarna vestanvert landið. En hjá okkur í kvöld þá að bæta í vindinn af suðvestri fyrir norðan. Það útlit fyrir að verði hvassviðri eða stormur þar núna fram á nótt, en síðan að draga úr vindi hjá okkur og á morgun þá þetta suðvestan 5 til 13 metrar á sekúndu, seinni partinn hægari sunnanlands en skúrir í kvöld sunnan og vestan til en breytist yfir í éljagang á morgun og styttir síðan upp þegar líður á daginn. Við segjum þetta gott í bili, þakka fyrir og verið sæl.